Góðan daginn, hæ. Ég ætla að sýna ykkur hvernig hægt er að para saman eftir kyni eða eftir búsetu eða eftir einhver annari bakgrunnsbreytu sem þeir eru með einhver svörin. Og þetta er mjög einfalt sem ég geri og það er eflaust hægt að gera þetta á milljónara vegu. En ég ætla bara að sýna ykkur hérna eina leið. Þið þurfa að byrja á því að færa skjalið ykkar úr Google yfir í Excel. Það gerir með að velja held ég file og download og þá fer það yfir download sem Excel. Þegar þið komið með yfir Excel þá þurfum við að velja hérna bakgrunnsbreytan sem ég ætla að nota er kyn. Þannig ég byrjaði að velja hana allan þann dálk og held niður í Control. Viltu sína flotta niðurstöður? Held Control-hnappinum niðri og dreg aftur niður. Nú fer ég inn í Insert til þess að velja grafið sem ég vil setja þetta í og ég vel þennan hérna sem heitir Recommended Charts af því það er það sem mælt er með. Smetla á það og þá sjáum við fáum hérna alveg afskaplega einfalt look en ég get breytt þessu. Þannig að ég ætla bara að gera OK á þetta. Núna er ég komin með hérna eitthvað rosa fínt, ég ætla að stækka það með að nota hérna þetta hér, sjáðu, hringina þá stækki þið. Og hún segir hérna, OK, count off, viltu sína flotta niðurstöðumerki við allt sem að skiptir máli. Það sem ég vil fá þetta eftir er kyn. Þannig ég bæti því hérna inni, þá er ég komið maður og kona. Ég vil ekki hafa kyni samt hér. Ég vil færa það hérna upp í Legend. Leiðu ég komið með það þangað, þá er ég komin með fleiri liti, sjáðu. Þá er hún búin að breyta þessu hérna fyrir mig, þannig ég get sett hérna einhverja liti og annað. Nú gæti ég merkt við hérna, og svo er hér, sjáðu count off, ég myndi vilja taka það út. Það er ljótt að sjá það ef þið ætla að nota þetta, en þetta er allt í lagi, ef þið ætla bara að nota þetta sem vinnuskjal, þá er þetta allt í lagi. Viltu sína flotta niðurstöðumerki við allt sem skiptir máli. Ekkert frekar, hversu margir eru það? Ég vil fá vita eitthvað þetta segir mér ekkert. Þannig ég íti hérna á plúsin. Og hér get ég sett inn, sjáðu eða bara prófið, hérna get ég til dæmis sett inn data labels, þá kemur fjöldin, hver er að svara. Ég get sett inn data table, þá sé ég að appelsínuguli er maður, hitt er kona. Ég get sett inn legend, það er oft gott að hafa það hér, svona, appelsínuguli er maður, bláa er kona. Svo vil ég fá titilinn, ok, hann er hér. Þá er þetta hér myndi vera fjöldi. Þið passið að setja alltaf einhverja skýringar hérna, þannig að fólk átti sig á hvað það er sem liggur hérna bakvið. Hérna er við komin með að það er ekkert frekar, það er ein kona sem segir það er einn maður sem segir já, meðan það eru 12 konur. Þetta er raunin alveg nóg. Þið getið leikið ykkur með þetta hérna, ef að prófa að íta hérna búsetu þó að við höfum ekki merkt við það, sko sjá hvað gerist. Já, sjáðu, það bætir hún við þessari variable líka. Hún er svolítið erfið af því að þetta er svolítið mikið þegar ég gerir það, þannig ég tek hana bara út aftur. Það er auðveldra fyrir ykkur að vinna bara með 1 og 2 í einu. Eða bara þess að 2, bara með kynið og einhverja spurningu og bæta það frekar inn seinna þegar þeir eru búin að átta ykkur á því hvernig þetta liggur. En þetta er allt sama hér, hérna, eða þegar ég smetla á þetta hérna, hér í. Þannig þið eigið alveg að geta fundið og leikið ykkur svona svolítið með þetta. En látið mig allavega að vita ef þetta er ekki mjög skýrt. Þetta er kannski bara pínkulítið skýrt. Ok.